Nú er ég að prjóna hérna sjal og er að fara að prjóna röndótt og er að fara að bæta nýju lit inn. Og það sem ég geri er að ég prjóna nýja litin inn hérna. Og svo tek ég nýja bandi hérna, spottan, og vefði hérna utan bandið. Kísina mín er að leika sér hérna. Vefði ég alltaf hérna utan Svo klára ég bara eða spottan hérna. Svo ætla ég að sýna ykkur þegar ég er komin aftur tilbaka hvernig ég færi bandi með án þess að þurfa að slíta frá. Nú er ég að koma hérna tilbaka og þið sjáu hérna er bandið sem ég ætla að nota til að prjóna nýja litin. Ég prjóna hérna út að enda. Þegar ég er að prjóna sjal þá prjóna ég 2 sinnum í síðustu lykkjuna en það skiptir engu máli, þið gerir það eins bara ef þið verið að prjóna einu sinni þá bara prjónið á undan síðustu lykkju. Nú tek ég hérna bandið og setja hérna fyrir framan og svo prjóna ég bara síðustu lykkjuna. Svo sný ég við og þið sjáu að nú eru bandin hérna bæði fyrir framan og þetta er nýji liturinn sem ég er að fara að setja inn. Þannig að þá tek ég bæði bandin og setja hérna bakvið og þetta er nýji liturinn sem ég ætla að byrja á. Og þá byrja ég bara að prjóna núna bara venjulega. Og bandið er hérna fyrir aftan. Það prjóna aftur út að enda og sýna ykkur hvað gerir svo. Nú er ég að koma hérna tilbaka. Prjóna alveg að síðustu lykkju. Ég er að prjóna fram og tilbaka. Nú er ein lykkja eftir og bandið liggur hérna fyrir aftan. Og þá færi ég það hérna fyrir framan og prjóna síðustu lykkjuna. Ég ætla að sýna ykkur hvernig þetta lítur út þegar ég vafði bandinu. Hérna vafði ég bandinu. Hérna. Og hérna hef ég prjónað röndótt. Og þið sjáuð að gafnið færist svona fallega með. Það sést ekkert. En það sem ég geri sem sagt núna aftur er að núna er bæði bandið fyrir framan. Ég færi þau fyrir aftan og byrja á nýja litnum. Þetta er sem sagt að færa alltaf bandið fram og aftur. Nú byrja ég bara nýja litnum.